spjalla miklu frekar við Valgeir Backman. Hann á Sólheimum í Grímsnesi og hér á línunni hjá mér. Sæll vertu, Valgeir. Sæll og blessaður, meistari. Blessaður, Sólheimar og endalaus menningaveisla í allt sumar. Já, allt sumar. 3. júní til 19. ágúst. Reynda vorum að bæta einni helgi við og varum 27. Laugardaginn 27. ágúst líka með. Já, sko til. Nú næsta helgi framöndan, mánaðamótin júní, júlí. Já, stór helgi framöndan. Já. Frá öllum hliðum séð. Segðu okkur frá hvað verður helst. Já, okkur verður, við viljum að byrja á laugardagsmótinu klukkan 11 morguninn og hafa svona ratleik og já. Lagt út frá kirkjunni okkar. Já. Og þetta verður svona tvær tegundir, léttur ratleikur og erfiður ratleikur. Þegar maður sér að Sveinn Alfreðsson prestur hjá okkur allar að stjórna. Já. Svo ætlar hann enda með einhvers konar kirkjukynningu þarna í restina, þannig að fólk fá að kynnast kirkjunni okkar aðeins. Einmitt. Síðan klukkan 2 þá kemur hljómsveitin Sæbrá og hljómsveitin að skipa 3 unga konur sem syngja eigið efni. Já. Það verður mjög flott dagskrá. Já, og það líka í Sólheima kirkju? Það í Sólheima kirkju, já. Og svo samdægus klukkan 4 þá ætlar hún Katlín Wilson frá Landvernd að koma og vera með kennslu í heimagerðum snyrtivörum úr lífrænu hráefni og það verður svo spennandi. Þetta er svona hluti af njótum náttúrunnar fyrirlesturinn sem verður með í sumar. Já, þetta var bara laugardagurinn. Þetta er bara laugardagurinn og hann er mjög athyglisverður, Já, mjög skemmtilegur og mikið að vera á sunnudeginum. Þá erum við með okkar kirkjudag sem er þá ég held að kirkjan sé núna 12 ára gömul, vígð 3. júlí 2005 og og þá höfum við alltaf svona kirkjudag þannig að nú ætlar hann að koma til okkar séra Kristján Valur Ingólfsson vígslubiskup á Skálholti messa með séra Birgi og Reyni Pétur ætlar að taka harmaukulög og nefnunörpulög og svo veit ég að hún Mæ ætlar að taka logabæna fyrir okkur. Já. Fallega athöfn. Þetta verður fallega athöfn, það er ekki spurning. Já. Og svo er þið með sýningu, er það ekki líka í Sessilíuhúsi? Jú, það er stóra sýningin okkar núna. Við ákváðum að taka svolítið stórt málefni fyrir. Það er nattræn hlýnun. Já. Og við erum búin að vera í allar vetur að hugsa hvernig óskupunum getur við á Sólheimum túlka þessi óskup. Einmitt, já. Og það bara held ég að við hefum gert mjög vel en fólk verður að koma og sjá þetta með eigin augum hvað við gerðum í stuttumáli og nú er ég að tala um stuttumáli þá gerði þið svona regnskó sem er inn af gangi og frá regnskóinum og þessum hljóðum sem er í regnskóinum lappar þú inn annar gang sem að sýnir svona hvað maðurinn er búin að gera við náttúruna og svo kemur útskýringin af hverju er náttúrun að eðileggjast og af hverju er þessi nattræna hlýnun og síðan svo að allir sé ekki nú bara með einhver þunglind þegar labba frá okkur þá líka komum við með lausnirina á vandamálinu og sínum hvað við getum gert til þess að og það er ekki margt sem og flókið ef hvert og eitt okkar leggur einhver aðeins að mörkurum þá verðum við bara í góðum málum. Gróðursetja tré til dæmis? Gróðursetja tré en hættan á það svona mikið plast labba meira, borða minna þú veist, kaupa vandari vöru þetta er svo margt pínlít sem að við í sjálfu sér erum alltaf að hugsa en það vantar bara einhver aðeins upp á og þarna erum við að reyna að gefa svona góðar tillögur og fólk lappar út hana með bros í hjarta eða þú veist með brosavör og ok, ég geti þetta og ég ætla að taka þátt einmitt, ég mæli með þessari sýningu þetta er spennandi, þetta er athyglisvert svo önnur sýning, Valdi og ágætu landsmenni, ég segi landsmenni að smækja sér hlusta að sýningin í Ingustofu sem að er afrakstur vinnustofa Sólheima samsýning, hún er alveg ótrúlega falleg ótrúlega flott og fólk þarf bara að koma aðeins og fara í kaffihúsið og verslunum völu, kaupa grammiti okkar og bara hafa hugulegt. Ægilega margt er bara gott að bjóða hérna. Ég veit að það er allir gott að því og gaman að því að koma Sólheimum og núna helgina næstu er alveg tilvalið tækifæri.
tilvalið. Þakka þið fyrir þetta spjall Valgeir og gangi ykkur vel. Takk fyrir mig. Blessaður. Já, bless.